Við eigum að vera fyrst allra landa til að hætta notkun jarðefnaeldsneytis. Af því að það er skynsamlegt út frá umhverfismálum, en það er líka skynsamlegt út frá efnahag og samkeppnishæfni landsins. Þegar við hættum að flytja inn olíu fyrir 100 milljarða á ári, þarf endurnýjanlega orku í staðinn. Raforkuna þarf því að framleiða og í þessu felst mikið tækifæri sem Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að grípa og móta framtíð þar sem endurnýjanleg orka er nýtt okkur og umhverfinu til heilla. Stefnt er að þingsályktun orkuskipti verði endurnýjuð næsta vetur og þar verður vegurinn varðaður fyrir næstu skref og þau þurfa að vera metnaðarfull. Næsta dagskrá er að halda áfram með orkuskipti í bifreiðum og hefja samhliða orkuskipti á hafi fyrir alvöru. Já, að mínu viti var þetta skýrt svar sem að lýsir metnaðarfullri framtíðarsýn. Þetta er klárlega staðið frá mér. Það er mjög jákvætt að stefnt sé að því að við Ísland verðum fyrsta landið til þess að losa okkur að verða óháð jarðefnaeldsneyti og í rauninni verða bara fyrirmynd fyrir önnur land í heiminum sem er mikilvægt í Ísland verði. Það er eins og varasamt að stefna á því að framleiða raforku í staðinn. Það þarf aðeins að skilgreina hvað er átt við þessu betur. Einnig fyrst með þurfa að skilgreina betur hvernig við ætlum að ná því markmiði að verða óháð jarðefnaeldsneyti. Það er skrefur þennan inn á milli, þannig að þetta stenst ekki alveg frá mér. Já, við í Framsókn sjáum gríðarleg tækifæri í þeirri stöðu sem við erum í dag með svona mikla orku sem byggir á endurnýjanlegum orkuauðlindum. Við sjáum tækifæri í grænni fjárfestingu, meðal annars til þess að framleiða svokallað rafeldsneyti. Við sjáum fyrir okkur að þróun í heiminum á alls konar ólíkum tækjum, hvort sem á stórum flutningabílum, skipum eða flugvélum. Það er ekki eitthvað sem við munum vera að þróa, en við eigum að vera tilbúin og í fararbroddi í þeim orkuskiptum og við getum lagt okkar fram, meðal annars með frekari framleiðslu á rafeldsneyti, bæði til hraðari orkuskipta hér innanlands, en einnig til útflutnings og þar með lausn á loftslagsvandanum annars staðar. Já, það er vissulega rétt. Við eigum mikla endurnýjanlega orku nú þegar, það er bara staðreynd. Það er mikilvægt að vera meðvituð fjölbreytileika í nýsköpun. Það kom einnig vel fram í svarinu, en við finnst ekki nógu vel skilgreint hvernig við ætlum að verða tilbúin. Það tala að við verðum að vera tilbúin, það er ekki skilgreint nógu vel og ekki hvaða breytingar við ætlum að gera til þess að vera í þessum fararbroddi sem nefndur. Þannig að þetta stendur ekki alveg frá mér. Já, ég verð að vera sammála því. Þarna er svarið ekki nógu vel ígrundað og áfengunum er ekki lýst sem spurt um. Þannig að svarið er ekki nógu skýrt og það er þess vegna fall frá mér til miður. Við í Viðreisn viljum setja markið á 2040. Byrja þar sem tæknin er komin lengst og hagkvæmnin er mest og næstu fasar felast svo í orkuskiptum þar sem ekki er auðvelt að nota rafmagn, heldur þarf að nota grænt eldsneyti. Við viljum hætta nýskráningu bensín- og dísilbíla árið 2025 og til þess að ná markmiðunum viljum við nota kolefnisgjöld. En við leggjum áherslu á tekjur hlutleysi í stað aukinna skattheimtum. Þannig að sköttum og gjöldum sem eru lögð á vegna umhverfis- og loftslagsmála verði mætt með samsvarandi lækkun annars staðar. Þannig tryggjum við til dæmis að þeir sem menga borgi þegar uppi staðið. Næst þarf svo að taka næststærsta losunarþáttinn innan Parísarsáttmálans sem eru fiskiskipin. Og hér er ekki bara að ræða olíunotkun á hafi úti heldur alla virðiskeiðuna. Við getum til dæmis séð hvernig samvinna orkufyrirtækja og sjávarútvegsins hefur skilað okkur ótrúlegum árangri í samdrætti í losun frá fiskimjölsverksmiðjunum, þar sem endurnýjanleg orka er nýtt í stað olíu. En við þurfum kolefnisgjöldin hér því sum árin er svartolían einfaldlega of ódýr og það er ótækt að hér á Íslandi notuðu svartolíu í staðbundnu iðnaði í stað rafmagns. Svo viljum við vera róttæk og framsýn og færa skipaflotann yfir á grænt eldsneyti sem unnið er úr íslenskum orkugjöfum sem fyrst. Við höfum tæknilegu lausnirnar en það þarf nauðsynlega innviða uppbyggingu. Í forgrunni er svo auðvitað áframhaldandi stuðningur við nýsköpun. Við erum með verkefni sem njóta viðurkenningar á alþjóðavísu. Bíða eftir því að komast í framkvæmd, það vantar bara herslumunni. Við eigum að klára þetta. Í svari Viðreisnar er talað þá áfanga sem að þarf að ná. Það er talað réttlátt umskipti, svarið er skýrt og nokkuð vel ígrundað. Þannig að mér finnst þetta mjög ásættanlegt. Mér finnst mjög gott að sjá að það sé vilji fyrir auknum metnaði í þessu markmiði og verið sé að horfa á hvar sé best að byrja, hvar sé auðveldast að byrja og rappa svo upp aðgerðir. Nokkrar aðgerðir eru einnig nefndar sem að
útskýrt hvernig að spila saman sem mjög gott upp á heildarmyndina og einnig nefnt að þeir sem mengi borga og það gott huga, þannig að þetta fullnægjandi svar fyrir mig. Það að hætta notkun jarðefnaeldsneytis ekki markmið í sjálfu sér á okkar mati, heldur þarf að draga úr losun koltvísýrings og binda sem mest kolefni og ná þannig fram jafnvægi. Alþingi hefur lagt fram tillögu á Alþingi fjórföldun skógræktar til kolefnisbindingar með öflugum trjátegundum og þannig gætu við Íslendingar náð kolefnishlutleysi mun hraðar en núverandi áætlanir gera ráð fyrir. Jarðefnaeldsneyti verður sennilega að nota áfram. Við höfum hins vegar að nota endurnýjanlega orkugjafa í áratugi umfram flest lönd. Það eðlilegra að grípa til mótvægisaðgerða eins og efla skógrækt heldur en að leggja á þjóðina hömlur sem munu skekkja samkeppnisstöðu okkar. Við hitun húsa og raforkuframleiðslu á Íslandi nánast ekkert jarðefnaeldsneyti notað. Það aðeins þegar kemur að samgöngum sem olía notuð og þá helst á skip og flugvélar. Þar snýst þróunin á þeim sviðum tækniframfari til umhverfisvænna lausna sem gætu hugsanlega verið handa með hornið. Grænt eldsneyti þarf að koma í stað jarðefnaeldsneytis og þarf Íslendingar gríðarlegt tækifæri. Miðflokkurinn leggur áherslu á skynsamlega aðgerðaáætlun sem nýtir tækifæri landsins og skapar rétt skilyrði fyrir orkuskipti sem ætti þá að ganga vel fyrir sig. Mest verk að ná að vinna saman að umhverfisvænni framtíð en ekki etja saman ólíkum hópum. Já, ég verð að vera ósammála þessu svari. Það að draga úr neyslu á jarðefnaeldsneyti þarf að vera markmið í sjálfu sér. Það ekki annað hægt ef við ætlum að ná þeim markmiðum sem við erum búin að setja ykkur til dæmis kolefnishlutleysi. Það ekki nóg að ráðast bara í eina aðgerð, til dæmis skógrækt, heldur það að ráðast í allar aðgerðirnar sem mögulegt að ráðast í einu. Svo nefnt að Ísland myndi verða minna samkeppnishæfara ef við myndum draga úr neyslu á jarðefnaeldsneyti. Þar þetta bara gjöröfugt. Það að draga ekki úr neyslu á jarðefnaeldsneyti mun gera Ísland ósamkeppnishæft fyrst að öll lönd í kringum okkur eru að gera þetta, fara þessa vegferð. Já, þannig að þetta svar ófullnægjandi. Já, ég vil bæta við það sem Finnur var að segja. Aðgerðir í loftslagsmálum draga ekki úr lífsgæðum. Heldur þvert á móti eru mjög margar aðgerðir í loftslagsmálum sem að auka lýðheilsu, bæta umhverfi og auka til dæmis fjárhagslegt sjálfstæði margra þjóða eins og Íslands. Þannig að það mikill misskilningur sem kemur fram í málum Miðflokksins að við séum að tala einhvern skert lífsgæði með aðgerðum í loftslagsmálum. Það mjög mikilvægt að munum þetta. Ég tek líka undir það að fjórföldun í skógrækti mun ekki næmbar nærri duga einu sinni til þess að bæta fyrir þá losun sem kemur frá bara landbúnaði. Þannig að þetta algjörlega ófullnægjandi þar. Píratar sjá því ekki til fyrirstöðu að ná þessu markmiði miklu fyrr og við höfum talað fyrir því að Ísland geti orðið jarðefnaeldsneytislaust fyrir árið 2035. Við höfum ekki skilgreint alla áfangana en það þetta gríðarlega stórt og flókið verkefni sem kallar á aðkomu margra en við höfum sett okkur nokkur áfangamarkmið sem varða leiðina. Við viljum til dæmis flýta sölubanni á nýjum bílum með brunahreyfli til að minnstakosti ársins 2025 og sjá til þess að ný skip sem bætast í flotann gangi fyrir öðru en jarðefnaeldsneyti. Samhliða því telja Píratar að kolefnisgjald á jarðefnaeldsneyti þurfi að hækka svo það endurspegli raunverulegan kostnað samfélagsins af bruna þess. En gjaldinu ætla Píratar síðan að verja í þágu almennings, til dæmis til verkefna sem auðvelda orkuskipti í samgöngum og styðja við uppbyggingu innviða fyrir ferðamáta sem ekki eru háðir jarðefnaeldsneyti. Við viljum gera vistvæna ferðamáta að raunhæfum valkosti allt land. Í loftslagsstefnu Pírata segir líka að Píratar ætla að setja fjármálakerfinu nýjar leikreglur sem koma í veg fyrir stuðning við mengandi fyrirtæki og stóriðju. Og hvort sem það þá hið opinbera eða bankar eða lífeyrissjóðir, Ísland á að vera í fararbroddi í grænni fjárfestingu. Kjarninn í þessu öllu að Píratar vilja stilla leikreglurna þannig að við auðveldum öllum almenningi að taka þátt í grænu umbyltingunni. Og svo viljum við auðvitað taka af allan vafa og banna olíuleit og vinnslu í íslenskri lögsögu. Hérna rætt markmiðið, það rætt hverjir nálægustu áfangarnir eru og örlítið hvernig á að ná þeim.
Það rætt rétta skiptingu kolefnisgjaldsins, þannig að mér finnst þetta svar taka á öllu því sem hann þarf í raun að taka á þetta stað. Mér finnst frábært að sjá þannig mikla metnað varðandi þetta markmið. Þetta róttæka hugsunin sem að þarf til þess að ná raunverulegum árangri. Einnig gott að sjá aðgerðina sem nefndar eru fjölbreyttar og virðast mynda svona heildstæða sýn, þannig að þetta fullnægjandi svar fyrir mig. Fyrir að fyrsta vill Samfylkingin banna strax með lögum borun eftir jarðefnaeldsneyti í íslensku efnahagslögsögunni og afnema hvers kyns undanþágur við banni á svartolíu í íslenskri landhelgi og gera alvöru úr því að rafvæða hafnir. En til að ná árangri í loftslagsmálunum og til að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti 2050 þarf að hraða orkuskiptunum í samgöngum, því að við erum ekki háð jarðefnaeldsneyti í raforkunotkun eða húshitunum. Við þurfum að mæta orkuþörfin í samgöngum með öðrum orkugjöfum og markvissari aðgerðum til að ná árangri. Við viljum styðja við uppbyggingu rafhleðslu, metan og vetnisstöðva um allt land svo að verði raunhæft að miða við að hætta nýskráningu bensín- og dísilfólksbíla árið 2025. Við viljum fjölga uppbyggingu hleðslustöðva um allt land. Við viljum rafvæða bílaleiguflotann með skattalegum hvötum og afnema skattaafslátt vegna kaupa á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og móta raunhæfa en metnaðarfulla áætlun að hætta nýskráningu flutninga- og hópferðabíla og vinnuvéla sem ganga eingöngu fyrir jarðefnaeldsneyti. En við í Samfylkingunni ætlum líka að fara í enn frekari samgönguátaki í almenningssamgöngum með svokallari Keflavíkurlínu milli Reykjavíkur og Keflavíkur. Við viljum flýta framkvæmdum við borgarlínu eins og mögulegt og fara af stað með landslínu almenningssamganga um allt land. Í þessu svari kemur upp mikilvægur þáttur sem innbygging innviða. Þetta gleymist stundum þrátt fyrir að vera nauðsynlegur hluti til þess að ná árangri og til þess að heildarmyndin gangi upp í orkuskiptunum. Einnig gott að sjá metnaðarfulla sýn á almenningssamgöngur þó að mikilvægt sé náttúrulega að geta raunsæðis í tímaramma þegar kemur að þessu en svarið stendur til mér. Já, hér eru skýr markmið, það rætt fyrsta áfangan sem næstur okkur og þetta bara frekar afgerandi skýrt, þetta staðið. Við Vinstri græn, við sjáum fyrir okkur að í síðasta lagi árið 2045 verði Ísland orðið laust við jarðefnaeldsneyti. En við viljum auðvitað gjarnan að það geti orðið fyrr. Við sjáum fyrir okkur að það þurfa að nálgast þetta í áföngum. Og þar vil ég nefna í fyrsta lagi telja að þurfi að flýta banninu við nýskráningum og innflutningi á nýjum dísel- og bensínbifreiðum fram til ársins 2025. Gefur okkur þetta 10-15 ár til þess að fasa því út úr bílaflotanum. Árið 2030 gætum við verið komin með allar ferjur, skip og báta í ferðaþjónustu og strandveiðiflotan á endurnýjanlegt eldsneyti. 2030-35 innanlandsflugið, 2035-40 þungaflutningana og svo allan skipaflotan árið 2040. Millilandaflugið, það kannski einna erfiðast í þessu, en þar erum við þá miðað við árið 2040-45 og ég vil taka það sérstaklega fram að í öllum þessum tilvikum þá þurfum við að byrja fyrr heldur en þessar loka dagsetningar á að blanda saman endurnýjanlegu eldsneyti og jarðefnaeldsneyti til þess að ná árangri fyrr. Og annað sem ég langar líka að leggja áherslu á að við þurfum að halda áfram að styðja við rannsóknir og þróun á framleiðslu endurnýjanlegs eldsneytis hér á Íslandi, en þó alltaf með náttúruverndað leiðarljósi. Flokkurinn hefur verið í ríkisstjórn og hefur unnið að hömlum á innflutningi á bensín- og dísilbílum frá 2030, ekki frá 2025 eins og talað í svarinu. Þannig að kjósendur þurfa að fá að vita hvort þetta stefna flokksins eða stefna varaformannsins. Síðan markmiðið jarðefnaeldsneytislaust Íslands 2045 nokkuð metnaðarlaust fyrir umhverfisvernd. Þetta því erfitt að taka ákvörðun en ég myndi segja að þetta sé naumlega fallegt. Það góð heildarsýn í þessu svari, hvað varðar áfangana, þeir eru mjög vel skilgreindir. Líka hvað varðar hliðaraðgerðir sem hafa verið ráðast í samhliða þessum stærri áföngum og líka hvað varðar náttúruvernd í samspili við loftslagsaðgerðir. Hins vegar, þó sé verið að geta að raunsæi bara nauðsynlegt að þetta markmið verið sett fyrir. Þannig að ég svona smá í vafa með hvar á að setja þetta svar, en
ég held ég verði því mér að gera því fall. Þjóðin hefur staðið sig allra þjóða best á þessu sviði, einkum með því að hita öll hús hér á landi með hreinni orku í stað mengandi jarðefnaeldsneytis. Ég hygg að árið 2050 verði Ísland sjálfkrafalaust við jarðefnaeldsneyti hvað bíla varðar. Þróunin í bílaiðnaði einfaldlega mjög hröð í átt að rafvæðingu bílaflotans. Við skulum ekki gleyma því að efnalítið fólk hefur ekki efni á því að skipta yfir í dýra rafknúna bíla. Þess vegna flókið að negla nákvæmlega niður áfangan á tímanum hvenær í rauninni verkefninu lýkur. Við viljum að Ísland axli ábyrgð í baráttunni gegn loftslagsbreytingunum án þess að aðgerðir í þágu umhverfisverndar bitni á þeim sem minnst hafa á milli handanna. Flokkur fólksins vill því beita sér gegn öllu sem heita grænir skattar sem auka misskiptingu og fátækt. Þeir greiði mest sem menga mest. Hitt svo annað mál að mikið vantar upp á stór mengandi skip sem leggjast hér að bryggju hafi aðgang að hreinni orku. Þar vantar bæði upp á stuðning stjórnvalda við innviða uppbyggingu og stuðning annarra stjórnmálaflokka ríkisstjórnarinnar til dæmis við skynsamlega hagnýtingu hreinnar orku fallvatna og jarðvarma. Við viljum nýta hreinar orkulindir landsins af skynsemi svo draga megi úr mengun samhliða náttúruvernd. Já, það stórhættulegt að trúa því að þessi breytingar muni eiga stað sjálfkrafa. Það bara getur orðið til þess að líkt sem engar breytingar verði, sem mjög alvarlegt. Og það mikilvægt að horfa á réttlátt umskipti réttilega og að skattar leggist ekki hlutfallslega meira á ákveðna hópa sem eru efnaminni nú þegar. En mér svarði ekki nú vel skilgreint hvað varðar hvernig á að ná þessu markmið nýja hvernig á að tryggja réttlátt umskipti og það sé vissulega gott gildi, þannig að þetta fall. Já, það mjög gott að Flokkur fólksins nefnir réttlátt umskipti og ég vona að við getum treyst á Flokk fólksins til að tala því máli í þeim loftslagsaðgerðum sem eru yfirvofandi. Hins vegar algjörlega rangt að Ísland hafi staðið sig vel í loftslagsmálum eða því að losa okkur við jarðefnaeldsneyti því að við erum með eitt stærsta kolefnisspor í heimi. Þannig að þarna gætir misskilnings, svarið ekki sannfærandi en eins og ég segi mjög mikilvægt að þessi flokkur tali máli réttlátra umskipta en svarið ekki með það. Ja, okkur finnst að eigi bara að gera það nú þegar. Grænlendingar hafa bannað olíuleit og við eigum að sjálfsögðu að gera slíkt hið sama. En vandamálið sem við stöndum frammi fyrir efnahagskerfi sem við búum við. Það þessi kapítalismi og nýfrjálshyggja sem leggur svo mikla áherslu á hagvöxt. Og hagvöxtur eins og hann í dag, hann gerir ekkert annað en að auka neyslu. Vegna þess að ef þú ætlar að hafa jákvæðan hagvöxt, þá þarftu að auka neyslu. Aukin neysla stuðlar á mengun og það verða að framleiða alls konar drasl með alls konar mengandi efnum og þessu verður að ljúka. En vandamálið að stórkapítalistarnir, þeir ekkert á því að hætta þessu. Þeir bera ábyrgð á hamfaralínun í dag. Hamfaralínun af þeirra völdum. Og ef við ætlum að ná tökum á þessu, þá verðum við að færa völdin til almennings. Við verðum að gefa almenningi á lýðræðislegan hátt færi á því að finna hvernig við getum saman lifað í góðu samfélagi við náttúruna. Það mjög jákvætt hjá sósíalistum að þau skilja að vandinn kerfislægur og það eru kerfin sem þarf að breyta. Hins vegar vantar svolítið útfærslu og það hvernig í hvaða áföngum við eigum að stíga þessi skref. Þannig að þetta naumt fall hjá mér. Já, ég tek undir það með Auði og það skilgreint í svarinu að efnahagskerfið sem við notum í dag, sem náttúrulega bara tól fyrir samfélagið, það vissulega stór hluti af þessum vanda sem við stöndum frammi fyrir. Það sem hvetur til aukinna neyslu og önnur vandamál sem koma frá því. En það þarf að skilgreina betur hvað aðgerðir þarf ráðast í til þess að kerfislægar breytingar eigi sér stað. Þannig að þetta svar fær fall frá mér.